Þessi ekki mætið inn í Breiðholti, tapið 5-1, hvernig svona, ég ætla að gera ráð fyrir að þú sért bara mjög pirraður. Já, ég það. Og það væri skrítið ef ég væri það ekki. Hvað gerist? Þið eruð inn í leiknum í fyrri hálfleik, bara stál í stál, þið eru jafnvel betri bara, hvað gerist í seinni hálfleik? Já, þetta svona saga sumarsins einhvern veginn. Náum ekki að komast yfir, fáum hann að sláskot, stangaskot og eins og segir, mér fannst við vera aðeins yfir, mér fannst við vera verjast því sem að þeir voru að gera nokkuð vel og mér fannst bara mjög flottir, en svo einhvern veginn eins og ég segi, saga sumarsins, gerum ein mistök og það kostar strax mark, fáum strax mark í andlitið, komum svo tilbaka á skorum og mér fannst við byrja að setja hálfleikinn til lagi. Svo skoru þeir þriðja markið og þá leggjum við bara niður einhvern veginn. Þá fer þessi leikur í einhvern indíánafótbolta og þeir bara stútuðu okkur þannig á svona 20 mínútna kafla. Við réðum ekkert við það og vorum hættum að gera það sem við vorum að gera vel í fyrri hálfleik og svona í byrjunarseinni og þá er þetta bara mjög eftir á. Þeir gerðu vel, þeir spiluðu vel og en eins og ég segi, svolítið sagan okkur í sumar, komist ekki yfir, nýtum ekki færin og einhvern veginn hver einustu mistök kosta markið okkur. Telurðu að þetta þriðja markið á leikni snemma í síðari hálfleik, leikmenn höfðu bara misst trúna í rauninni? Já, lítið þannig út og mér fannst kom svona alveg smá spark í okkur einhvern veginn undir lokin skilur það, leikurinn er búinn en já, mér fannst það það hafi verið svolítið sorglegt hvernig liðið spilaði eftir þriðja markið næstu svona 15-20 mínútur og hauslaust og agalaust og allt út allt og það var bara góð lið eins og leiknir, þeir bara stútaði þá. Birkir Heimis var ekki með sögnu hans í dag, inn á miðjuna? Já, ég held að flest lið myndi gera það. Framhaldið eru ekkert orðnir öryggir, hvernig svona horfir á síðustu leikina í deildinni? Já, við vorum með markmið sem fyrir síðustu 5 leikina og við getum ennþá náð þeim, þannig að við ætlum að herja á það og við þurfum aðeins að setjast niður liðið og aðeins að líta spegil eftir þetta og ef við ætlum að spila svona í næstu leikjum þá getum við bara þá getum við bara einhvern veginn horft á þetta sumar sem mikil vonbrigði en ef við náum að rífa okkur upp síðustu 3 leikina þá getum við kannski horft á eitthvað jákvætt. Erfitt að koma inn á, núna heyrum við þína gömlu félaga að fagna, erfitt að koma á þín gamla heimavöll og tapa svona stórt? Já, það er mjög erfitt og yndislegt að koma hingað og hitta fólkið hérna og aðeins að taka utan fólkið sem var með manni hérna í nokkur ár og það er bara yndislegt en já, eins og segir, úrslitin hræðileg. Aron Einar nær 20 mínútum, hvað gerist? Það var eitthvað smá tæpur eftir æfingu í gær, eitthvað mjög lítið, hann hefði þurft að heita yfirbútt og þá hann verið klára, hann verið bara svona eiginlega deadleg eða eitthvað svona, þannig að hann er bara